Fyrsti gestur minn í kvöld listamaður sem hefur fundið ýmsar leiðir til að koma list sinni á framfæri. Flestir þekkja hann sem grínista, vinsælan útvars- og sjónvarpsmann og uppistandara. En hann hefur líka gefið út bækur, bæði ljóð og skáldsögur, haldið myndlistarsýningu, samið leikrit, þótt þess að vera vinsæll leikari sjálfur. Ég býð velkominn hinn fjölhæfa Jón Gnarr. Komdu blessaður og sæll. Blessaður. Velkominn í þáttinn. Góða sætti. Já, fyrst aðeins, bara ég fattaði að kannski, þú ert kannski búinn að segja það 1000 sinnum áður, en ég man ekki eftir að hafa heyrt útskýringu á nafninu. Hvaðan kemur Gnarr? Ertu skýrður Gnarr? Ég skýrður Jón Gunnar, Jón Gunnar Kristinsson og mamma mín kallaði það Jón Gnarr. Þannig að þegar ég var 15 ára gamall, þá tók ég upp, þá felldi ég niður Gunnarsnafni. Tók upp upphafsstaf, heiti í þjóðskrá Jón G. Kristinsson. Það hljómar eins og einhver fréttamaður, eitthvað svolítið, Jón G. Kristinsson. Já, þetta nafn sem ég get notað þegar ég vil fara að huldu höfði. Já. Og þannig það. Já. Jón Gnarr var bara, mamma kallar það sölum. Einmitt. Jón Gnarr. Herðu, árið 1989 held ég að skáldsagan þín hafa komið út, Miðnætur Sólborgin. Já. Og ljóðabók hvað ári áður eða 2 árum áður eitthvað svoleiðis. Já. Þá varstu bara alvarlegt skáld sem að tókstu svona sæmilega hátíðleg og varst svolítið í súrrealismanum og eitthvað svona. Já, unglingur. Já. Ég var unglingur, sko. Já. Ég var held ég 19 ára. Eða 18-19 ára, þetta var. Þegar þeim tíma sem margir af þínum dyggustu aðdáendum í dag voru að fæðast. Það var svipað leyti. Ég vissi ekkert það þá, sko, en þarna var mikið af því fólki að fæðast, já. Já. Ég tók mér gífurlega alvarlega á þessum tíma. Ég var í miklum pælingum og ætlaði að verða, ljóðskáld. Já. Og þá hélt ég að það væri rosa miklu peningar í því. En eru rosalega ríkir og virtir, gerðu flott ljóð. En svo komst ég að því að það var misskilningur. Já. Þannig að ég vann nefnilega, ég sendi nokkur ljóð í ljóðasamkeppni Þjóðviljans og vann 1. og 3. verðlaun. Já, já. Gerður Kristný vann önnur verðlaun. Já, gaman. Það er alltaf verið bitur út í mig. En og þá hélt ég að þetta væri bara svona, þetta var að vinna og bara fá peninga og bækur og svona. Það er mikill misskilningur. Einmitt. En fyrst að kosta þessum misskilningi þá breytir eitthvað um stefnu. Og þú af þessum bókum þá hefur kannski, hvað heldur að hafa selt mikið af bókum? 100 kannski. 100 bækur. Já. Og þetta alvarlega skáld stendur síðan uppi 15 ára síðan eða tæpum 20 ára síðan kannski. Já. Og þá selur sko í bílförmum sko 10.000 eintök af vídeóspólu með uppistandi sem heitir Ég var einu sinni nörd. Já. Þurfti þessi alvarleg rithöfundur einhvers staðar á leiðinni sko að kyngja stoltinu og horfa í þannig raunveruleika að þetta væri kannski ekki málið, þú væri kannski bara betri sem grínisti eða ertu ennþá alveg? Mér finnst grín miklu skemmtilegra heldur en alvara, sko. Alvara er svona þykir merkilegri, sko, en það ekki. Ég er búinn að komast að, ég er búinn að prófa þetta hvoru tveggja, sko, og maður er ekkert merkilegri þó maður sé alvarlegur. Skilurðu, fólk sem brosir aldrei og er alltaf svona, það er ekkert gáðara eða neitt heldur en þeir sem brosa, sko. Og bara, mér fannst alls ekki þvert á móti, hef ég frekar þá tekið niður fyrir mig þegar ég hef þóst verið að tíkjast fyrir alvarlegur. Já, einmitt. En grínið er stórkostlegt, sko. Já, grínið er gott. Talandi um það og að brosa og svona. Þitt grín er nefnilega aldrei sérstakt, sko. Þú til dæmis brosir ekkert endilega neitt mjög mikið þegar þú ert að grína, þegar þú ert með uppistandi. Þú ert ekki svona, þú ert ekki að skella upp úr og þú ert ekki með eftirhermur af stjórnmálamönnum og þegar þú byrjaðir á þessu þá var það mjög frumlegt sem þú varst að gera á einhvern veginn látlausan hátt. Já, takk fyrir það. Var þetta útpælt mikið? Ég meina, hvert sækir þú þitt grín? Ég held að það sé nú bara svona einhver guðskjöf, sko. Maður einhvern veginn, ég stilli mig bara inn á þetta, svona, sem mér finnst fyndið og þetta er ekki meðvitað eða útpælt eða eitthvað svoleiðis, þetta er bara svona moment meira. Ég
mikið maður momentsins í gríni. Já, þú til dæmis ekki mikið að gera grín að öðrum. Það að þú gerir miklu langmest og nánast eingöngu að grína þér. Ég endalaus uppspretta, veist, ég svo mislukkaður maður, skilur. Ég þú veist, með athyglisbrest og ég ofvirkur og ég gleyminn og svo, sko, ég endalaus uppspretta háðs, skilur. Þetta gera grína mér endalaus, skilur. Ég mundi til þess, ég gleymdi mörgum sinnum hvenær ég ætti að koma hingað. Þó þú væri búin að segja mér það, skilur. 11:30, ég gleymdi því alltaf, leið. Eða 11:30. 11:30. Ég veit alltaf að tjekka á því aftur og aftur. Ég með þess að spurði að því rétt á það. Já, ég get alveg staðfest það. Þá var ég búin að glemma, ég held kannski ég hefði mætt hálftíma, klukkutíma fyrr. Herðu, en hérna, talandi um grín og alvöru, það er eitt sem hefur komið mér óvart bara á síðustu vikum og var meðal annars til þess að ég langaði til að fá þig hingað. Já. Að bara páskana og svona aðeins á fyrstu mánuðum þessa árs, þá hefur þú töluvert komið fram og verið að spjalla og ræða trúmál, þína trú, sem svolítið óvinnulegt hjá manni þínu stöðu, skulum við segja. Ertu mjög trúaður? Ég mjög trúaður, já. Mjög trúaður, ég meina, það kannski erfitt að meta trú, svona metast það hver sé trúaðastur. Ég trúaður. Já. Og ég trú á Jesú. Já. Og ég get ekki það gert. Ég bara ræði ekki við það, skilju. Það ekki eitthvað svona, ég bara hef ótrúlegan áhuga og á þessu og ég bara ræði ekki við mig. Nei. En þú meiri sér sko í þessu með skoðanir, ég sé það í einhverjum viðtölum við og svona, sem eru dálítið óvenjulegar og sumar meiri segja sem maður heyrir ekki nema, maður heyra kannski frá þér og kannski sko einstaka svona mjög hörðum prestum eða eitthvað slíkt. Til dæmis predikar gegn eitthvað svona listisendum holdsins og sukksömu lífverðni og lauslæti og svona. Þú talar bara ákafa gegn þessu öllu. Já, ég er mjög hrifinn af Páli postula. Já. Og ég hef svona verið að, ég kann bara segja, útæfa eða svona prófa ímestar, svona halda áfram í þessar kenningar Páls postula. Já. Ímeslegt sem hann segir og hann lagði nú mikla áherslu á grínið. Sagði að maður ætti að vera glaður og bara hress. Já. Og þannig að já, ég hef mjög sterkar skoðanir og svona á ýmsu og sem snertir biblíuna og svona túlkanir á henni. Til dæmis ég borða ekki svínakjöt. Í alvöru? Minnst það bara rugl. Já, af trúarlegum ástæðum? Já, ég meina, biblían bannar okkur að Móses bara segir bara ekki borða svínakjöt, bara algjörlega sleppir því. En samt graðka allir í sig svínakjöti vegna þess að sko að þeir gangi út frá því að það einhvers staðar í Nýja testamentinu á milli línum þar sé það sagt. Já, það er í lagi, þá sé hvergi sagt, skilur við, að því að Jesús sagði sko einum stað ekki skadar að mannin sem fyrir innumunnin heldur það sem kemur út úr honum og þá var hann bara að segja sko, veist, meira bara að hugsa það skiptir líka máli það sem þið segi, það skiptir ekki bara máli hvort þið borðið svínakjöt eða unnar kjötvörur, veist, það er kannski ekki tæktulegt en það skiptir miklu meira máli að maður tali fallega og hefur aldrei borðað bacon á ævinni? Jú, ég hef gert það. Það er stutt síðan, það var núna bara í vetur sem ég hætti að borða svínakjöt. Já, ok. Sem að ég bara, nei, nú er það bara... Nú er það búið. En einn trúar áhugðin brjóst út í einu, hann brjóst út í myndlistarsýningu sem að þú hélst í Fríkirkjunni í Reykjavík. Já, einmitt. Mósaík held ég hafi gert einslag sem að Egill fann. Við skulum sjá það áður og lengra heldur. Okay. Ímynd Jesúsar hefur alltaf verið mér ofarlega í huga, alveg frá því að ég var krakki að þá hugsaði ég mikið það svona hvernig Jesús hefði litið út. Oft sá ég hann fyrir mér sko birtast sko í svona hversdagslegum atburðum eins og á skólalóðinni þegar ég var krakki þá sá ég Jesús stundum svona fyrir mér hvernig hann væri og þá var hann bara svona í milletúlpu og í moonboots en svona Jesúlegur en klæddur svona eins og við krakkarnir vorum. Þetta er mjög áhugaverðar pælingar. Já. Þú einmitt, þú hefur alltaf gert alltaf mikið úr og samanber þannig að ég var einu svona nörd og svona úr þessari skilgreiningu milli fallega fólksins
annars vegar og ljóta fólksins hins vegar og þú setur þig alltaf í flokkinn með ljóta fólkinu. Það er góður staður að vera á. Og þetta er svolítið líka út frá kannski trúnni, út frá biblíunni og sérstaklega þá Páli postula kannski. Þessi ofuráhersla á hið verandlega sem að við, mér finnst sko fegurðin sem slík vera ein stærsta blekking sem við bara sem ég þekki vegna þess að hún er ekki til og hún er eins og regnboginn og fallegur, hann er ekki þarna, hann er bara tálsýn og við höfum frekar að leita eftir þessu raunverulega sem er þá kannski hið innra og þá kannski þetta er svona það er ekkert í fegurðinni sem slíkri þá hún sé allt í lagi sko, en Helgast þetta eitthvað því að þú varst þegar þú varst unglingur þá lentur þú svona svolítið utan gátta varst utanveltu, tilheyrir ekki hópnu sem þótti töff og smart í skólanum. Nei, Kekkst á flemmi með svona einhverjum. Já, það var reyndar eftir að ég var búinn að gera margítrekkaða tilraunir til þess að verða hipp og cool, sko. En ég var asnalegur og ég var að lesa Kropotkin fursta og var mikill anarkisti og með þykk gleraugu og ég var bara nörd, sko. Ég bara einhvern veginn fittaði ekki inn í og pönkið var mér svona opinberun vegna þess að þar allt í einu sá ég í fyrsta skipti eftir grísæðið, sko, þar sem að allir voru fallegir og allir voru töff og allir voru í leðjökkum og voru flottir og fallegir. Þá sá ég fyrst, sko, ljótt fólk sem var vinsælt, skiljuðu. Forljótt fólk sem gerði úr því, sko, að vera ljótt, sko. Það var allt í einu töff, það var flott og þarna fann ég, þetta er ég, þarna var ég heima. Þannig að ég átti ekki alveg samleið með skólakerfinu, sko, út af gífurlegri ofvirkni og athyglisbresti sem ég átti við að stríða, sem bað það að vera eiginlega alveg næstum því elst af mér. En þannig að Hlemmur var svona miklu betri staði fyrir mig. Og þér leið bara vel þar? Mér leið mjög vel á Hlemmi og það var gott. Það var gott að alast upp á Hlemmi. Hörðu, þetta er nefnilega skemmtileg saga. Þetta er skemmtilegur uppvöxtur. Þú ert núna staddur í þeim sporum að þú ert með útvarpsþátt ásamt félaginu Sigurjóni Kjartanssyni, þeim ágæta dreng. Já, sem hefur aldrei komið hingað. Það er rétt og hann er ekki alveg ánægður með það. Nei, hann er ekki sáttur við það. Nei, hann langar rosa að koma. Já, þið eru með þáttinn Tvíhöfði sem að þú hættir í en ert komin aftur í. Já. Og njótið meiri vinsælda en nokkur sinni áður. Já, við erum með margfalt meiri hlustun heldur en við vorum með áður við hættum. Til hamingju með það, af hverju eru svona vinsælir? Hvað er það að gera? Bara, þetta er svona, þetta var orðið mjög þreytt. Ég var á en frekka dapur hérna undir lokinn. Já, er það? Já, ég svona týndi lífinu svolítið. Glataði lífinu. Hvernig þá? Ég bara svona misti eiginlega svona fótfestu í lífinu. Það er löng saga. Þannig að ég svona týndi sjálfum mér og þetta var orðið mjög erfitt og samstarf, þannig við tókum okkur bara góða hvíld og komum síðan saman aftur, sko, bara miklu ferskari og hlaðnari og hvíldari og bara svona áhugasamari, sko. Einmitt. Maður finnur það, þetta er mikill kraftur í ykkur og þið eru meðal annars með teiknimynd í gangi. Já. Stór skemmtilega og á fimmtudaginn var, þá sýndu þið, þetta er vikulega, þetta er alltaf 15-skvöldum á Pop TV. Þar var einmitt teiknimynd og þar var gert grín að þessum þætti hér. Já, þér. Mér, já. Og þessum Sigurjóni greina að ná sér niður á mér fyrir að hafa aldrei komið í þáttinn. En Egill er búinn að klippa það saman við svona eitthvað aðeins úr þáttunum. Þetta eru stór skemmtilega teiknimyndir. Heita þér bara Tvíhöfði eða? TV í höfði. TV í höfði. Það er Hugleikur Dagsson, sá mikli snillingur sem að teiknar þetta. Sjáum þessa skemmtilegu íslensku teiknimynd. Tvíhöfði, gin og tónik íslenskrar alþýðu. Hingað er kominn Bjarni og hann ætlar að spyrja konu
spjör honum úr eða hvað, Bjarni? Vonandi ég sé heppinn. Já, gjörðu svo vel, Bjarni. Já, sæl. Sæl. Má ég kissa þig? Nei. Viltu kissa mig? Nei. Ok. Ertu með eitthvað spurningar um? Ok, hérna kemur fyrsta spurning. Kettlinga með stóra túttur, þarf hún þá að vera heimsk? Nei, það held ég ekki. Nei. Við erum stödd í sjónvarpsþætti Gísla Marteins. Komiði sæl og blessu hér á þessu laugardagskvöldi. Gestir mínir eru að mörgum toga, en áður en ég byrja þá langar mig að lesa inn á nokkur bréf sem þættinum hafa borist. Elsku Gísli okkar, þú ert stórkostlegur sjónvarpsmaður og sexy. Á þetta skrifar stjórn félags eldri borgara. Já, það er ekki amalegt að fá klapp á bakið öðru hvoru og það frá gamla fólkinu. En fyrsti gestur minn í kvöld er landsþekkt söngkona og ég ætla ekki að halda ykkur áhörundum í meiri spennu. Þið eru gamalt fólk og getur fengið hjartaáfall. Við skulum bjóða hana velkomna, Katrín! Velkomin, Katrín. Takk. Nú varst þú á dögunum kosin kynþokkafyrsta konan. Hvernig var það? Já, ég lít nú bara á það sem sjálfsagðan hlut. Já, nú ert þú óumdeilanlega fögur kona. Takk, Gísli. Þú ert nú líka kynþokkafullu maður. Ég veit það nú ekki. Katrín, það heiti ég kem hér til þín. Þetta er mjög gott og eins og í þessu innslagi þá er komið á tónlistaratriði hér. Já. Alvöru tónlistaratriði, ekki bara í teiknimyndinni. Nei. En ég ætla fyrst að þakka þér fyrir spjallið, mjög gaman að spjalla við þig. Takk þér, sömuleiðis. Já, þú situr hérna áfram sko, en það var bara mjög gaman að fá þig til mín. Takk sömuleiðis, mjög gaman að fá að koma í þáttinn. Já. Ég fæ að koma. Ekki sumir. Herðu, það er komið tónlistaratriði og þau eru komin hingað bluesmenn Andreu. Og ástæðinu auðvitað svo að síðustu helgi var hér mikil bluesháttíð sem að þótti takast frábærlega. Og margir fóru og heyrðu hinnar bláu nótur leiknar en auðvitað ekki allir landsmenn þannig að við ætlum að fá hérna brot af því besta sem að gerist á þessari bluesháttíð og það eru auðvitað bluesmenn Andreu og ég býð þau velkomin. Gjörðu svo vel. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. In between I drink black coffee. Love's a hand-me-down. I'll never know a Sunday in this weekday.
Held ég þökkum bluesmönnum Andrei fyrir þetta var lagið Black Coffee, eins og þið heyrðuð. En það er komið næsti gesti. Hann hefur oft orðið skotspónn manna eins og Jóns og fleiri góðra sem eru í gríninu, eins og sumir fleiri. En hann kipir sér ekki neitt upp við það, enda er hann venjulega upptekinn við að setja Íslandsmet í ólíklegustu greinum eða þvælast í ævintýraferðum heiminn eða gera eitthvað allt annað og við ætlum að fá uppborun og hvað hann er búinn að vera að gera undanfarið vegna þess að hann hefur hvorki séð né heyrst mikið að undanförnu og fáum hingað inn Fjölni Þorgeirsson. Og klappa við Rónum Jón, það er alveg sjálfsagt, klappa við fyrir. Blessaður, velkomin. Klappaði fyrir þér. Takkaði fyrir. Ég nú klappaði fyrir þér líka. Já. Herðu, hérna, það er engin sárendi, þó svo hann sé búinn að vera með einhverja stæla út í þig í þættinum? Nei, ég hef gaman að því. Já, þú gaman að því? Já. Hann er mjög... Stæla? Nei, eitthvað svona bara. En hérna, það er nefnilega hárrétt sem ég sagði að þú hefur ekki verið mjög áberandi svona á síðustu vikum eða mánuðum eða kannski síðasta árið eða eitthvað svoleiðis. Þegar sérstaklega maður miðar við að þú varst náttúrulega feikilega áberandi þar á undan. Já. Hvað ákvaðstu þetta væri komið gott og þú verður að draga eitthvað inn í skjörðína? Já, ég var eiginlega bara komið nóg af þessu bæjarlífi í raun og veru. Já, og fluttist eftir eins og þið, já, fór í sveitina bara. Já. Náttúrulega fór í hestamennsku fyrir 4 árum síðan. Og fjall gjörsamlega fyrir henni. Já. Á ný. Einmitt. Og hérna, ég er náttúrulega vanur því að taka allt með trompi og Já. Ég gerist trossabóndi. Einmitt, og þú ert í því alveg eingöngu núna? Já, ekki alveg eingöngu, en jú, svona meira og minna. Við erum bara með hrossaræktun og tamningar. Já, þú og þín góða kona? Já, ég og Mælín, kona mín. Já, sem var sótt eftir Noregs, ekki satt? Nei, hún var hérna komin, hún féll fyrir hestofnum. Já, en hún er samt frá Noregi, eða ekki? Já, akkurat. Hún er norsk. Og þið eru hérna saman og hvað? Þú ert hestabóndi, hvað þýðir það? Ertu að rækta upp hesta eða? Já, og selja það og sína? Það er verið að reyna að gera eitthvað svoleiðis. Já. Og það er bara góður árangur, er það ekki? Þú hefur... Já, það er náttúrulega ekki komið löng reynsla á ræktunina, en jú, við þykjumst vera allavega rétti leið. Já. Og árangurinn í hestunum hefur verið bara mjög góð með hvað ég er búinn að stutt í þessu aftur. Já. Allavega 3. sæti fjórðungsmóti fyrra í 2 greinum og keppt á landsmóti þar áður. Margir sem þekkja þig er ekki nokkrum afum og þú munir ná mjög miklum árangur í þessu, en það hefur einhvern veginn haft lag á því að það sem þú ferði í, þú nærð bara árangur þar og það hefur verið sagt að þú er Íslandsmet í Íslandsmetum, eins og þú hefur sett Íslandsmet í fjölda greina. Það hefur hratt yfir sögu svona þessara greina sem þú hefur keppt í á Íslandsmótum og jafnvel náð þar besta árangri. Það er náttúrulega, snóker náttúrulega fyrst og fremst. Já, þú varst atvinnumæður í snóker í 4 ár. Já, og svo náttúrulega hef ég keppt í öllu. Ég hef keppt í skíðum, sundi, handbolta, körfubolta, fótbolta. Það var ekki kannski neitt svakalega litekur en ágætur í því, meiri áhuga á hestunum. Og karatinu og boxi, Kepptir í karate, kepptir í boxi. Já. Og varst Íslandsmeistari í mótorhjóla eitthvað. Kvartmílu og... Kepptir í rally líka, varst ofarlega Íslandsmeistari. Já, ég tók einhver met sem að bíllinn átti sem Jón og Rúnar keyrði á. Sem sagt, marstaðin þeirra. Já. Ég bætti allavega einhver 2 met á honum. En hvað er þetta, akkur einbettið ekki að einhver einu? Minna, hefur ekki getað orðið atvinnumæður einhver íþrótt ef það hefur bara einbettið að einhver einni? Jú, ég er náttúrulega einbettið mér aðeins snókutum. Já, þangað til og svo braut ég mér öxlina. Ég var sjálfsög ekki bestur þegar ég fór út í atvinnumennskunni. Ég var bara með hugarfarið hátt og þú veist, það verður bara þora til að skora og ég vissi alveg ég myndi geta ef ég myndi æfa mig jafn mikið á hinnir. Ég var náttúrulega í öllum þessu greinum með snókutum, var samt alltaf í toppbaráttunni. Hvað þýðir það að vera atvinnumæður í snóker? Það þýðir að bara, hver borgar þér laun til dæmis? Sko, það eru 1000 atvinnumæður, eða voru 1000 rúmlega þegar ég var í þessu og þá þetta keppa í gegnum svona riðla system og koma þér inn í hópi 100 bestu heiminum. Þá ertu komin inn í svaka peninga, bara sponsarnir af mótunum. Rothmars og Embassy og allar þessi síkar. Varstu að nála þessu? Já, komin. Þú varst komin inn í þetta? Já, þannig var ég að detta inn í, ég man ekki, 128, ég átti að kippa við Fred Davis sem var 82 ára gamall heiðursgestur. Ef ég mætti þann leik þá ég fengið einhverja milljónir og komið þá þarlend inn í mjög góð mál. Ok, en þá gerist hvað? Þá kom ég heim að dæma unglingamóti sem var haldið í Faxafinni og var að keyra mótjóli sem systir mín átti og tók smá heljarstökk að því fram með og lendi á öxlinu og hjóli og honum og ferillin búinn í bíli. Þannig að það er svona
var ástæðan fyrir að ég fór í eitt en víst að það var ekki hægt að klára það alveg. Þá ég bara búinn að vera að prófa mig áfram og út af þessu fór ég aðeins í skólabekk aftur og sem var nú ekki mikill ferill hérna árum áður. Og hérna... Kannski athyglisbrest eins og Jón? Já, ég sé að vera með allavega mörg einkenni sko. Minnstakosti ofvirkni. Já, minnstakosti ofvirkni og athyglisbrest og lesblindur og... Er það? Já, einmitt, þetta er svona. Þetta er allir svona. Allir snillingar eru með... Allir snillingar og aðbörðafólk. En ég er bara þannig að það er, sko, ef einhver getur eitthvað, þá get ég það. Já. Og það motto á fólk að vera með í lífinu. Og svo plúsaði náttúrulega, ég byrjaði ekki að smakka áfengi fyrir 22 ára gamall. Og það hjálpar held ég fólki rosalega til að fókusa á íþróttir. Þú verður ekki verið á hlemmi mikið? Nei, ég kom nú á hlemm og tók leið 3 þegar ég var að koma einmitt af sundæfingu úr höllinni hérna. Já, sundhöllinni. Og þegar ég var að koma... Þú skítrættu við menn eins og Jón? Já, nei. Leðurjökkum? Nei, mér fannst þér vera svona töff sko. Já, það? Já, mér fannst þér cool. Ég átti frænda sem var alltaf á hlemm. En ég hitti hann oft og ég fann að geta heilsa nokkur. Já, ok. Þannig að ég var alveg safe. Þú, ert maður sem mörgum finnst þegar maður sjálfsagt eru að þá að fá nýja sína á því núna með öll þessi Íslandsmet og þess að segja þeir eru keppnismann. Margir halda að þú sért einn af þeim sem ert frægur fyrir að vera frægur. Já. Þú varst einhvern veginn í öðru hvoru séð og heyrt sko og skildir eftir þig gap bara þegar þú hættir. Sem einhver skrifaði sko að þeir hefðu bara fyllt upp með því að byrta endalaust myndir af Ólafur Ragnari. Akkur var þetta? Varstu sjálfur upptekinn af því að vera áberandi eða? Nei, það kom, ég er svona fjörkálfur, eins og hann vill brosa, ég er sammála því að gáfa fólki það sem brosir. En þú veist, það er bara, ég er bara einhvern veginn þannig að það er læti það sem ég er og kannski stundum á mikið læti en maður róast með árunum og en bara, þetta er einhvern veginn, þetta er bara ekstraði svona og svo náttúrulega fer ég í þennan pakka þarna út í heimi og það náttúrulega frikar allt út þar og ég bjóð til þetta síðan heilt. Já, þau ert með Mel B til dæmis. Já. En það var náttúrulega mikið ævintýri. En Ólafur Ragnar náttúrulega, hann tekur við að mér alltaf. Hann tekur við kjöfnum. Bæði, hann er með sama rakarinn og ég hef nú reynt að poppa upp greiðsluna á honum. Já. Og svo þegar ég... Hvernig var það gengið? Það gekk einu sinni ágætlega, hann breytti allavega aðeins En hann var að skamma, ég lagði, ég átti sportbíl sem ég kom alveg og lagði upp á fort og bara eiginlega inn í hurðinni hjá og þá var Ólafur einu sinni komin í stóli minn, ég sagði, betur fyrir ekki, hvað yfirgangur þér? Limmin hans fyrir utan. Þú veist að þú ert 1:30 en ekki, þú veist, þannig að hann Ólafur eins og Jón var náttúrulega og svo tók hann þessi grín og ég kunni vel við hann og svo náttúrulega eru þið hann nefnilega var einmitt með sama axlameðsli sko. Nú já, hann hafði alltaf hestbaki og ég var að reyna að ráðleggja honum sko. Góður ráð með það líka. Ég held hann hafi fyrst sko, haldi ég að vera mækki skefing eitthvað sko. Út af hann náttúrulega þú íþróttaálfur. Já, ég held ég var íþróttaálfur. Eins og svo mörgum sinnum sem ég kom makkagreið í vandræði þegar maður var á lausu sko. Já, menn ruggla eitthvað saman. Já. Ég held að maður var í íþróttaálfur barnið mitt alveg elskar þig Svo eru þið báðir með sko, þú og Ólafur með erlendu konu með 8 báðir erlenda kærustu það er náttúrulega líkindi þar Hann hefur yfir tekið við af mér sko en núna mun ég líklega taka við á honum Já, snúa þessi við En Egill fann myndbrot sem ég veit að þú manst eftir frá þessum tíma þess að þú segir allt verið vitlaust út í heimi Ég held að ég hef sjálfur verið í erlendum fréttum þegar þetta var og var að sjá ykkur af fréttaskeyti sem voru að koma Spice Girls er ekki allt vitlaust út í heimi. Hver þar einhvers staður upp á einhverjum stræt og annar en Fjölnir Þorgeirsson? Við skulum sjá hvort það er mikið með
Með kryddstúlkunum var Íslendingurinn Fjölnir Þorgeirsson sem kuð vera unnusti Mel B sem kölluð er hættulega kryddið. Kryddpíurnar hittu fylkistjóra Viktoríufylkis Jeff Kenneth en hann er eini fylkistjórinn sem hefur fallist á að hitta þessar geðþekku stúlkur. Forsætisráðherra Ástralíu John Howard neitaði hins vegar boði að vera viðstaddur frumsýningu myndarinnar. Þannig þú bara með liðinu upp á þessum strætó. Aðeins við erum að ljúka þessu sko fljótlega en segðu okkur aðeins bara frá þessum tíma. Hvernig var að þetta var sko þarna voru að slá sko öll metin sem Beatlarnir höfðu sett og Elvis Presley og svona. Já. Og þú ert í hringiðunni. Burti frá ykkar sambandi sko, lýstu bara aðeins þessu Þetta var bara mjög skrítið í raun og veru sko, maður svona ég tók þessu aldrei neitt alveglega. Nei. Og ég var bara alltaf ég og þetta var bara rosalega mikið þetta var svolítið mikið þú veist, allt þetta læti og sem var í kringum þetta. En í raun og veru þá finnst mér ekkit merkilega að hitta sko George Michael eða heldurinn bara einhvern Jón Gnarr. Já, ég er nú meira ánægður að hitta hann. En út af, þú veist, fólk ofta, þú veist, þetta idol-dæmi og getur gott að búið þessu marki, en ég keypti mér aldrei upp við þetta. Ég sko, var þekktur, ég þurfti kannski að búið til einhverja brynja aðeins, þannig ég fengi ekki allt áriði, sko. Já. En aðalatir er að bara lappa í gegnum þetta er tímabil sem er búið og núna á ég bara frábærstu konu í heimi og þetta er bara frá og ég er bara sáttu við mig í sveitinni, í ró og næði, ekkert vesen, bara, jú, það er náttúrulega vesen, en slopp, slepp og girðingu og eitthvað, en lífið er bara eins og, sko, Jón kom inn á þannig að, það er miklu meira en að vera eitthvað pretty face og í réttu græjanum og það er svo miklu meira. Og þessu til sönnunum á svo nefna það sem mér finnst alltaf dálítið flott hjá þér að þessi blöð úti, þessi svona slúður blöð voru að bjóða þér, eða það sem að mér skilst að það hafi verið sko milljónir íslenskra króna fyrir að segja þína sögu að það kom aldrei til greina. Nei, en svo birtuður einhverja greina af þessu sko sem að ég hafi sagt á Íslandi svo búið þýðan yfir og eitthvað svona, eitthvað, en alls ekki neitt sko neikvægt. En eins og ég hafi átt að gera það og ég var mjög fúll yfir því. En prinsip verður prinsip og þú verður bara vera harður af þeim. Og flott hjá þér. Flott hjá þér, hefur samúð með Beckham, hann er núna í miklu málum, sátu þið ekki alltaf tveir og býða meðan að tónleikarnir voru í gangi? Jú, veist að, hann vinnur svo til þessu, ef hann hefur haldið fram í það, þá verður hann bara að feysa það og taka því máli, en ef þetta er gróðu leiti, þá á þetta ekki að hafa neina áhrif á hann. Er hann fínn náungi? Já, þetta er fínast náungi, en hann er svona, svolítið öðru þessi típa ef maður kannski býst við á honum. Er ekki svona eitthvað svona lúni svolítið? Ég sagði einhvern veginn í viðtali við ég man ekki hvað blaðið hét, en spurði eitthvað út í Beckham og ég sagði ég spurði hvort að Beckham var rosa sterkur og klár og ertu góður í fótbolta og vissi að ég var eitthvað að boxa og svona. Ég sagði eitthvað, já, ég held að Beckham sé ekki einn sterkur en hann er betri en ég í fótbolta. Þá kom Beckham is a pussy. I'm much stronger than Beckham, mynda mér og mynda með Kíla Sigurjón boxa hann blóða hann verð og hann fór í fíl út í mig, ég heyrði ekkert í honum eiginlega eftir þetta. Já. En heldur þú samband með eitthvað af þessu fólki? Nei, en af þessu er ég að fara að tala við núna James Morrison sem er pólóspilari, hann var með Jerry og núna er nefnilega póló eða koma til Íslands. Var hann með, já hann var kærasti Jerry Halliwell, já. Og hann er fremsti pólóspilarinn í Bretlandi. Ok, og hann er svo einu sem heldur sambandi við? Nei, ég hef ekkert haldið samband við hann sko. En ég þarf að hringja hann núna út að Þú verður Íslandsmeistari í póló á þér að langt líka, það er það sem þú ert að segja. Já, það er líklegast næst, en ég verður náttúrulega Íslandsmeistari í 100 metra skeið í sumar. Já, ok. Fáum tónlist. Andrea og bluesmennir hennar eru komið með annað lag. Soul Will heitir það, gjörðu svo vel. I'm gonna see some
Takk fyrir það, góður blues. Það komið að næsta gesti. Það hefur lengi verið sagt að kaffi sé þjóðardrykkur okkar Íslendinga og það er alveg örugglega rétt. Núna helgina fór fram Íslandsmeistaramót kaffi barþjóna og við Íslendingar eigum formann nefndar sem sér löggildingu fyrir dómara á heimsmeistaramóti kaffi barþjóna. Þessi stúlka heitir Sonja Grant og hún ætlar að koma hingað inn næst. Gjörðu svo vel, Sonja. Já, það þarf ekki að klappa, það er flott. Kaffi, það er gaman að þessum maður. Svona aðeins til að fressa ykkur við. Ó, hvað er það? Sælir blessuð, velkomin í þáttinn. Takk að kærlega fyrir. Sælir. Og sællavertu. Sæll. Má ég fá eitt svona? Já, gjörðu svo vel. Ég færði ykkur hérna, mér fannst þið þurfa aðeins svona smá hressingu. Herðu. Ég færði ykkur hérna hjartað? Já, þú mátt fá hjartað. Það gæði fyrir. Herðu, ég fæ mig hérna eitthvað. Segðu okkur nú aðeins bara meðan við gæðum okkur á þessu. Þú ert sjálf kaffi barþjóna dómari. Jú, mikið. Þannig að þú færðast heiminn og dæmir sem sagt, bestu kaffi barþjóna í heimi. Já, akkurat. Hver er þeirra sé bestur? Já. Hvernig gerir þetta? Það er, sko eins og þið sjáu núna, ég bjó til latte handa Fjölni og bjó til espresso handa Jóni og cappuccino handa þér. Okay. Og það er það sem að keppendur eru að keppa í, er sérst að búa til þessa drykki. Og þá er eins og góðu kaffibarþjónn, hann náttúrulega sérst þekkir baunirnar sínar, hann malar hvert bolla fyrir sig, hann freyðir mjólkina rétt og eins og við sjáum, mjólkin þarf að vera svona silki mjúk og fín. Þetta er alveg rosa gott. Já, takk fyrir það. Þetta er svakalegur. Ég vandaði mig sérstaklega. Þekkir baunirnar sínar, ég er með þetta með baunir, hvernig þekkir maður baunirnar sínar? Sko, þú þekkir baunirnar aðalega með því að smakka þið til og smakka þið áfram. Og kaffibarþjónar eru alltaf að búa sér til sínar eigin espressoblöndur og eins og við erum alltaf að gera hérna í Kaffitári þá erum við alltaf að búa til nýjar espressoblöndur og þetta er til dæmis nýjasta blandan okkar sem við erum að búa til núna, sérstaklega sem við byggum til fyrir Íslandsmótið sem var núna helgina. Smakka hérna baun. Smakka hérna baun, má maður borða hana bara svona beint? Já, en þetta er alltaf blanda, þannig að þú veist ekki hvort þú sért að fá þér kaffi frá Mið- eða Suður-Ameríku. Gætir þú sagt það ef þú tækir hérna baunina? Kannski ekki alveg akkurat núna, ég myndi fyrir svona smá næði og góðan tíma. Já, er það? Já. Já. Er þetta ekki... Með árunum, sko. Nú hafa vínfræðingar lengi vaðið uppi og gert lítur okkur hinnum sem ekki þekkjum neinu vín. Já. Er þetta bara eins með kaffið? Ég meina, getur þú smakka kaffasat þegar þetta er bara ekki nógu brendar baunir eða þessar baunir voru ræktar í of miklum bratta eða eitthvað svona? Já, akkurat. Það er náttúrulega, sko, þetta gengur út af það. Það eru til kaffimeistarar og þeir eru náttúrulega búin að sérhafa sig í því að smakka til kaffi. Og kaffi frá Costa Rica náttúrulega bragðast allt öðruvísi heldur en kaffi frá Guatemala.
og þannig að það bara alveg eins og í vínunum sko. Það mismunandi hæð sem að gefa til mismunandi bragð og það fram til göttunum. Það bara eins og ég finn nú munin alveg á Nescafé og einhverju öðru Nescafé sko. Mikið ána með því Jón, þú skulum finna munin. Það gaman að heyra. Maður finnur það strax sko, ef það eitthvað drasl, veist, Nescafé þetta gamla. Bónus Nescafé fíkur. Allt í lagi. Þú varst að segja fyrir þátti Jón að þér þætti kaffi í flugvélum besta kaffi sem þú fengið. Ég veist það besta kaffi. Hver galdurinn? Já, ég hugsa þetta sé þannig að þegar maður sko búin ertu ekki menna í flugvélni þurftu að koma heim frá útlöndum. Það ekki það sem þú ert að menna? Já, það sko þegar við Íslendingar förum til útlanda, þá erum við alltaf svo glöð að koma heim og þegar við erum í flugvélni á leiðinni heim, þá smökkum við þetta kaffi og þá hugsum við, nú erum við að koma heim og Þannig að þetta ekki í rauninni kaffið sko, þetta í rauninni bara tilfinningin að koma heim. En drekkur þú einhvern tímann svona venjulegan uppáhelling sem stendur heilan dag? Þú lítur ekkert á það sem sama drykk og þetta? Nei, einhver hluta vegna búið að sko má það úr mínu heilabúi, eitthvað sem búið að standa lengi. Af því að kaffi er náttúrulega fersk vara, þannig að maður þarf að koma fram við hana sem slíka. En er það ekki kaffivélinn sem skiptir líka miklu máli? Kaffivélinn og náttúrulega brennslan á baununum og kaffibarþjónninn. Hann er náttúrulega það sem sko, góður kaffibarþjónn getur verið með afleitt kaffi og afleita vél, en gert samt sko sómasamlegan drykk. Og samanskapi einhver vondur kaffibarþjónn, eða slæmur, getur verið með bara bestarhófni af kaffi og bestu vél, en klúður á málunum. Þú ert alltaf að þvælast, þú varst í Japan og þú varst í Rússlandi, siturðu þá bara og þeir eru fyrir framan þig, þessir kaffibarþjónar, og þeir bera drykkin á borð til þín. Jú, akkurat. Og þú skoðar hvernig hann lítur út. Já, hvernig hann lítur út og maður reyndar sko situr ekki, þetta er svolítið púl sko, maður kannski stendur upp á endan í kannski 10 tíma, af því að maður er kannski að dæma 12 kaffibarþjóna og hver og einn ber fram sko 3 drykki og þannig að þetta er 12 sinnum 3 kaffibollar sem þú ert að smakka. Og þú sefur ekkert næstu viku? Lítið bara, lítið. Nei, við spýtum nú á milli. Já, þið spýtið bara, já, akkurat. Þannig að eins og það sem við horfum á er náttúrulega góður espresso, þarf að vera með fallegri kaffifróðu, að það er náttúrulega kaffifróðan sem heldur espressónum saman og mjólkin þarf að vera rétt fritt eins og ég sagði áðan og þannig að þetta eru svona ýmist tæknilega atriði, svo er það náttúrulega útlit og svo er það bragð. Bragðið er líka mjög stór hluti í dómgæslunni. Já, skárra væri það nú. Skárra væri það nú. Þetta er glæsilegt og ég er nú alltaf að koma til þér og fá mig kaffi í kaffitári og mér finnst þetta voða gott kaffi en ég myndi ekki geta sagt hvað það væri. Nei, það er náttúrulega að því að þetta er ekki þitt fag, sko. Nei, akkurat, en það er þitt fag. Já, og þú ætlar enda að sendast heiminn á næstu mánuðum og dæma kaffibarþjóna hvarvetna. Já, ég er að fara til Bandaríkjanna bara í næstu viku, dæma bandaríska mótinu og svo í danska mótinu í maí og örugglega aftur til Japans og svo er heimsmeistaramótið náttúrulega í júní. Þú ert okkur til sóma og við getum núna enn frekar en áður kallað sko kaffi í þjóðadrykkin okkar. Við erum með heimsmeistarinn í kaffidrykki. Já, ég get nú ekki verið heimsmeistari í kaffidrykki, ég er sko, kannski ég er ágættur dómari, ég held við getum ekki skammast okkur fyrir sko dómgæsluna. Heyriði, takk fyrir þetta, við þurfum að ljúka þessu, takk fyrir kaffið. Takk fyrir komuna. Og takk fyrir komuna, öll 3, það var gaman að fá ykkur. Það var gaman að fá, takk að þér, sömuleiðis. Já, bara gaman að þessu og ég þakka ykkur sem heimasæti fyrir samfélgina í kvöld. Það eru Bluesmen Andri sem ætla að slá botnin í þetta hjá okkur svona rétt þessar síðustu sekundur. Takk ykkur, gjöru svo vel Andri og félagar. Lady sings the blues. She's got a man. She thinks so sad. And she wants the world to know just what the blues are.